Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og líkt og ég talaði áðan þá ætlum við að fara aðeins núna í blakið og á línunni kominn hvergerðingurinn Hafsteinn Valdimarsson sem nú ekki staðsettur á Íslandi og búinn að færa sem set í blakinu kominn til Kalías í Frakklandi ef ég mann rétt. Er það ekki rétt farið hjá mér, Hafsteinn? Jú, það er rétt hjá þér. Ég er komin til Calais í norður Frakklandi við göngin yfir til Bretna, yfir til England. Þannig að ég er staðsettur þar. Já, þannig að þú ert komin nær okkur Íslendingum eða? Nei. Jó, ég er nú aðeins nær. Ég er samt búinn að fara með aðeins sunna líka, þannig að það er kannski aðeins betra veður hjá mig líka, þó að sé svona ekki alveg fullkomið, en þetta er betra heldur en maður er vanur. Já, nákvæmlega. Herðu, en þú ert náttúrulega búin að það ekki spila síðustu ár núna á Norðurlöndunum, eða ekki? Jú, ég var enda síðasta ár í Austurríki, en þar á undan var ég búinn að vera í Danmörku í 7 ár. Þannig að þetta er komið núna níunda ári núna, úti. En jú, mikið á Norðurlöndunum. Já, nákvæmlega. Hver er svona munurinn eins og Norðurlöndunum og Austurríki? Er mikill munur á blakinu þar? Kannski ekki eins mikill og fólk heldur kannski, en það er samt svona toppliðin í Austurríki eru betri heldur en toppliðin á Norðurlöndunum. En liðin eins og svona toppliðin á Norðurlöndunum, þau geta samt alveg spilað í eins og austurísku deildinni og það eru svona miðja deild þar bara, þannig að það er ekki það mikill munur, en það er samt alveg smá styrkleika munur á svona bestu liðunum. Já, nákvæmlega. En hvernig kom það til að þú ákvaðir núna að fara að prófa að spila í Frakklandi? Það nú bara svona svo gengur og gerist. Þá er ég með umboðsmann sem vinnur í þessu fyrir mig og þetta bara kom upp hérna í lok júlí og mér fannst það bara spennandi lið og spennandi verkefni og bara slá til og prófa eitthvað nýtt. Alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. Það var alltaf langað að prófa svona að búa í Frakklandi og svona meira í Suður-Evrópu, þannig að það var bara gott tækifæri og bara að taka það. Já. Og félagið sem er góðum til, er þetta ekki eitt af þeim sterkari félögum þarna í Frakklandi? Þeir eru í heitir National 2 og það er 4. efsta deildin, þannig að þeir eru búin að vera aðeins á niðurleik síðustu ár. Til dæmis þeir voru að falla úr deildinni fyrir ofan og eru svona að reyna að koma sér aftur upp og byrja svona aðeins upp og nýtt. Þeir voru til dæmis í fyrra tölurum og voru með 6 atvinnumenn, en nú er bara með 3, þannig að þeir eru að byggja þetta meira ungu leikmennu núna. Þannig að þetta er skemmtilegt, þetta er aðeins öðruvísi verkefni en svona maður er vanur, en þetta er skemmtilegt. Já, nákvæmlega. En það eru styrkleiki deildarinnar svona miðað við, þetta er náttúrulega ekkert fyrir hvern sem er samt að þetta má segja að þetta sé svolítið mikið stökk eða ekki samt að fara að spila þarna, því að ég er ekki þó nokkuð sterk lið þarna í þessari deild. Jú, ef maður tala náttúrulega eins og bara frönsku deildina í heild, þá er það náttúrulega mun sterkara, en þessi deild er svona kannski á meira svipuðu leveli og kannski Norðurlöndin og hérna heima. Þetta er náttúrulega sterkar heima, en þetta er svona að meira á því leveli. Þetta er náttúrulega komið alveg niður í 4. deildina, en þetta er samt eins og það er rosalega mörg lið þarna og þeir kunna
kunna alveg blaka ennþá en eins og að franska deildin í heildina náttúrulega sterkari en þetta kannski svona aðeins nær Norðurlöndunum. En já, svo náttúrulega bróðinn, hann keppir það ekki áfram eða við sama vilið og í fyrra eða hvernig staðan á honum? Kristján? Jú, hann ennþá stattur í Tromsø í Noregi og líka bara vel þar. Fekk nú félagskap núna, kom Theodor Óskar ákvað fara til Tromsø líka og þeir búa saman núna og vinna sér bara vel heyrist mér. En já, þið náttúrulega fylgjast með alltaf eða ekki deildunum hérna heima þó þessu utanfrá, hvernig hefur þið svona fundist íslenski boltinn búin að vera? Mér hefur fundist vera á uppleið síðustu árin. Það hefur bæði svona, ég veit þetta ekki hvort það hafi endilega fjölgað það mikið í leikmönnum. Ég held að það hefur fjölgað eitthvað, það var alltaf aðeins, og það aðalega reynda að kvenna megin, það gengur aðeins ræður á þeim uppbyggingin. En þannig að við erum komið með sterkari lið og svona sterkari deild heldur en við verið síðustu árin og það til dæmis útlendingum hefur verið að fjölga aðeins líka og svona mörg lið eru að byrja að ná sér fleiri útlendinga, þannig að það náttúrulega styrkir bara deildina líka sem fínt svona til lengri tíma vona ég allavega en mér líst bara vel á það og býst bara við sterkri keppni í árin svo hefur verið síðustu ár. Og það er náttúrulega, það ekki, nýtt núna, það er helgina næstu, það er meistara keppni svo köllu, það er ekkit, er þetta eitthvað nýtt sem við verðum að halda núna, það sem Íslands og bikarmeistara tímabilsins og undanminu mætast? Já, mér skilst það er núna í fyrsta skipti núna, það er alltaf aldrei verið áður og það er bara spennandi að sjá hvernig það aftur að ganga hjá þeim þessi tilraun og mér líst alveg vel á það. Það er náttúrulega fínt að bara líka fjölga leikjunum og vonandi að það verði fleiri svona stóri leikir eins og bikarúrslitin hafa alltaf verið stærstu leikinir og svona sem flestir það er svona almennu eða sem fylgja sér ekki það vel með blaki horfa á. Það er bara vonandi að þetta geti í framtíðin orðið svona hálfgerður bikarúrslitaleikur líka sem það kannski fær meiri athygli en aðri leikir en mér líst bara vel á að sjá hvernig þetta fer fram og hvort ná ekki að gera þetta svona alvöru viðburði. Já, nákvæmlega. Og þetta eru, náttúrulega HK og Afturelding sem voru náttúrulega upplust, fyrir þá sem ekki vita. Bæði kalla á kvennamegin eða ekki? Jú, það var sem sagt Afturelding unnu bikarinn bæði köllum og konum og HK eru svo Íslandsmeistara hjá bæði köllum og konum. Það heitti þannig á hjá báðum kynjum. Já, nákvæmlega. En það þeir HK menn, þeir koma með svolítið breytt lið eða ekki inn í tímabili núna? Jú, í rauninni bæði HK og Afturelding sem að spila núna eru frekar mikið breytt þessi á köllunum við vorum nú að telja þetta saman daginn á blakfréttasíðunni og ég held að það hafi verið það eru 4 eða 5 farnir úr HK og aðrir 4 eða 5 komnir í staðinn og það einhverjir 4 nýju leikmenn held ég komnir Aftureldingu, það að 3 úr HK þannig að þetta verður svona spennandi leikur og gaman að sjá bara hvernig liðin hafa náð undirbúið sig. Það var náttúrulega haustmót helgina sem gaf kannski smá til kynna hvernig veturinn áttur að vera og þar voru enda Stjarnan sem unnu en HK var í öðru sæti og Afturelding ég veit ekki alveg hvað það reyndi, þeir voru alltaf ekki í topp 3 þannig að það er spurning hvernig það verður svo núna helgina En hvernig hjá ykkar heimaliðið uppeldisfélagi Hamri, er ekki mikil starfsemi þar í gangi í Hveragerði? Jú, það er náttúrulega starfsemi í gangi, þetta mest ennþá bara öldungaplagg eða svona
já, fyrir eldri en þeir eru ju með lið í kallanir í fyrstu deild og það var mörgulega brálunum þeir heyra, ég voru ekki alveg að fara með það hvort það séu í fyrstu deild í annari deild núna konurnar. En jú, þannig að það er alveg góð starfsemi og svo er að byrjuðum með það í fyrra held ég, krakkablag eða krakka unglingablag og ég held að mér skjáttlist ekki að þetta er þá eina félagi kannski fyrir utan Dímon, ef að þeir renna með það sem er með krakkablag á Suðurlandi eða unglingablag. Það er bara vonandi að það nái að dafna að halda áfram og verða starra í framtíðinni. En jú, það er fín starfsemi í gangi og Hilmar er búinn að standa sig vel síðustu ár við að bæði þjálfa öldungana og krakkana. Já. Og haldið svolítið uppi. Og já, það er náttúrulega sem að Sunnlendingar eru kannski alltaf með spenntir í blakinu, það er þessi hérasmót fullorna og já, karlamegin og kvennamegin, þetta er ekki smámikil keppni þar er ekkert gefið eftir. Nei, þetta er náttúrulega ríkur á milli liðana eins og hefur alltaf verið á milli Hamars og Hrunamanna í mörg ári á kapsanum og Hamars konurnar hafa nú átt held ég aðeins einfaldra með það, en það eru að koma upp hann að Dímon Hekla held ég með sterkar og þetta er hörku mót alltaf í þeim og allt það er aldrei gefið neitt eftir annað en það ekki annars að vænta hjá Sunnlendingum þegar kemur að íþróttakeppni. Já, nákvæmlega. En hvernig hefur þið svona lítist á fyrstu dagana þarna í Frakklandi? Nú ertu búin að koma rammilega fyrir, það er nú ekkert langt síðan þú fluttir nángað? Nei, þetta eru komna núna 3 vikur held ég og þetta er bara gengið mjög vel enn í byrjun og ég kom inn í íbúð og það gekk bara mjög fljótt fyrir sig og allt komið íbúðina og svona og þannig að hún búin að kanna nánast umhverfið og svona, ég byrjar að kannast aðeins við mig í bænum og svona, þannig að nú heppina ég bý mjög nálægt svona íþróttahúsinu, það er bara í göngu fjarlægð og þannig að þetta er svona mjög þægilegt hérna og það er bara verið mjög flott og það har allir verið mjög almennilegir hérna í liðinu og klúbnum og hjálpa manni mikið og svona aðlaga, þannig að þetta er bara gengið mjög fínt. Já, nákvæmlega. Og já, líkt og þú ert búin að spá tímabilið hérna heima fyrir Íslandi, það verður jafnt og spennandi eða ekki? Bara líkt og í fyrra? Jó, ég á ekki von öðru, ég sýnist það svona öllu, það verður spennandi að sjá hvernig það fer, en ég held að þetta verði alla jafnara svona heldur en hefur oft verið áður og ég reyndar kvennamegin hef ég smá áhyggjur af því að Afturelding gæti svona aðeins verið í sérflokki eftir að HK hafa mist svona nokkra leikmenn og þau 2 lið hafa verið í dálítið sérflokki undanfarin ár og mér sýnir svona Afturelding að stytta sem meira heldur en HK en það er eitthvað sem er lært, það var sem að afskrifa aldrei HK þegar að kemur að blaki, þannig en annars býst ég bara við mjög spennandi keppni í ár. Já, nákvæmlega. Hafsteinn Valdimarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara bestu kveðju til Frakklands, það verður gaman að fylgjast með þér í vetur. Takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Já, bara þakka þér fyrir að tala um mig. Já, margblessaður, takk fyrir. Já, bæ. Já, það er náttúrulega hægt að nálgast alla fréttir og helsta sem er að gerast í blakheiminum. Það er inn á blakfréttir.is, alveg frábær síða þar og þar má meðal annars sjá allt félagsskipti sem eru búin að eiga sér stað í sumar. En keppnin núna, meistarkeppni Blaksamband Íslands fer fram núna helgina en þar verða krýndir meistarana eins og það kallast. En keppnin hefur aldrei áður farið fram á Íslandi en í henni mætast Íslandsmeistar og bikarmeistar tímabilsins á undan. Og leikin er skemmtileg leið til að hefja tímabilið alvöru en haustmót Blaksambandsins fór fram núna síðustu helgi og stigu nokkur lið sín fyrstu skref í vetur á því móti. En leikin í ár verða á milli sömu liða í karlaflokki sem á kvennaflokki en Afturelding var bikarmeistari í báðum flokkum á meðan lið HK urðu Íslandsmeistarar.
Leikinu fara báðir fram á næstkomandi laugardag í Íþróttahúsinu Heiðaskóla í Reykjanesbæ. Karlaleikurinn mun hefjast klukkan 1 og kvennaleikurinn klukkan 3 og það frítt inn á leikina og kaffisala verður að sjálfsögðu þarna í húsinu. Að gera að skella sér þarna og starta þessu blaggtímabili. Það verður gaman að fylgjast með í vetur. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.